góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi. Það komin hefð og það hjá okkur að hafa á bara opið fund. Fólk kemur hingað bara inn á Zoom og brittar upp á einhverjum umræðuefnum sem að við síðan spjöllum Það var mjög líflegur þáttur síðast og vonandi verður þessi það líka. Þannig að ég veit ekki hvað að fara að gera þetta. Þetta allt óljóst. Það þegar komnir nokkrir hlustendur hérna inn á fundin og ég held ég bara gefi þeim fyrsta orðið. Það stendur þarna Jón Karl, blessaður. Nei, ég heyri ekki í þér, einhvern veginn vegna. Halló, heyrir í mér? Já, nú heyri ég. Já. Blessaður, velkomin. Hvað má bjóða þér að tala um? Já, ég var að vona að þú væri með einhverju dagskrá, en ég var að tala um næsta halva ári í sögu Íslands. Hún getur verið spennandi. Já, hvað gerist þá á þessu næsta halva ári? Já, við skulum reyna að sjá það fyrir og hvernig við getum brugðist við því. Já. En ég alveg opið fyrir öllum umræðuefnum. Herðu, þá bara gefum við sambandi á næsta og þú kemur bara inn í það. Þórarinn Einarsson, blessaður. Má bjóða þér að starta umræðunni eitthvað, kannski inn að þessa ramma sem Jón Karl gaf sem að næstu 6 mánuðir. Þetta fyndi að því að ég var einmitt að hugsa sko næstu 100 árin, hvernig við sjáum eftir 100 árin, að því að ég fekk smá bakþanka í öllu þessu koronufári að ég búin að vera svo bjartsýnn á byltinguna en svo sér maður bara að fólk bara að varpa frá sér mannréttindum og það er svo lítið til og þegar það kemur einhver ótti þá bara hrekkur fólk í baklás og allt í einu fari ég að hugsa ég sem var svo bjartsýnn á byltingu að það þarf svo lítið til að fólk það bara lokist og og detti alveg niður og við sattir að sjá mótmæli allan heim en það sem sagt líka fólk núna að mótmæla þessum aðgerðum stjórnvalda í þessu koronufári en fjölmiðlar eru ekkert að horfa það eru bara stimpla það sem einhverja mótmæli öfgahægri manna og samsærisnöttara en það fólk að mæta á göturnar í stórum stíl og eru að mótmæla aðgerðum stjórnvalda og ég hef bara verið að hugsa ég hef bara áhyggjur af þessari þróun, hvað fólk allt í einu meðvirkt og það bara lokað fyrir gagnrýni, ég hef verið að hafa efasemdir og tortryggni það sem hef verið að segja en við sjáum núna samfélagsmiðlana, þeir eru bara á nokkrum mánuðum það komið að bullandi ritskoðun, það verið að eyða efni og það verið að falsfrétta stimpla við fengið á undanförnum mánuðum og misserum mikið af svokölluðum fact-checkers og sem virðist bara hafa þann tilgang að taka fyrir óþægilega gagnrýni og gera lítið úr henni og við erum að sjá þetta varðandi þegar við erum alls konar vísindamenn sem eru með efasemdir hvernig stjórnvöld að halda málum í þessu koronufári. Ég vil bara segja það, ég hef smá ágjörð af því hvert við erum að stefna og ég nefndi hvernig við sjáum okkur eftir 100 ár ef við gerum ekki neitt og við látum alltaf svona að ganga yfir okkur og það þurfi ekki nema eitthvað svona og til þess að við séum algjörlega hlýðin gerum ekki neitt, látum allt yfir okkur ganga það verður þá auðvelt að stjórna okkur og ég bara allt í einu fór að hafa áhyggjur af byltingunni og róttækninni og mér finnst, ég hef líka verið að skoða það ég tekið því hvernig róttæknin hún bara detta út að fólk sem áður var ungt og róttækt að það það ekki lengur það eins og það tilheyrir það gamalt miðaldra og íhaldsamt já, svo heyrum við það líka en núna það bara fyrst verið að frekar eldra fólkið sem róttækt og líka fólkið sem að mér þótti áður íhaldsamt að mér finnst það jafnvel verið róttækara en mikið af ungu kynslóð en maður var nú bara á eins og hvernig æskulýðsfylkingin varðað UVG í dag hvað það svakaleg útfinning á tiltölulega stuttum tíma og ég hef líka spáði hvernig
fólki sem ætti að vera að pæla í að losna við auðveldið eins og ég gæti með það að það núna bara fast í umhverfismálum, borgarlegum feminisma sem ég kalla og svona sérkennastjórnmálum, svona identity politics sem að mér finnst alveg ömurlegt og ég bara gáttaður hvaðan kom þetta allt í einu og svo koma Píratarnir. Mér finnst alltaf skrítið, allt í lagi þeir voru með ötulli talsmenn tjáningarfrelsis en nú heyrist ekki neitt í þeim, það bara algjört flatline. Á þessum verstu tímum þegar við erum gangið gegnum mestu ritskoðun bara, sem að ég man eftir og ótrúlegt að sjá þessa ritskoðun á 12 öld og þegar maður hélt að allt væri opið en svo sér maður táknað þegar maður sér tilkynningar á Facebook hjálpaði vinum þínum og fjölskyldu að forðast rangfærslur COVID-19 deildu tengli og verksviði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar það sem finna má leyst yfir aðgengar rangfærslur veiruna og það allt fullt af svona tilkynningum og falsfrétta stimplinum og það verið að segja okkur, nei, þetta rangt, ekki hugsa svona, ekki deila þessu, þú deildir þessu, þetta er misvísandi, farið frekar hvernig við erum búin að fá þessa skoðanalögreglu allt í einu og maður heyrir varla að tala þetta, að það er svo fólk bara, finnist þetta bara allt í lagi, þetta er hvort þið rangfærslur og þeir eru bara að hjálpa okkur að hugsa rétt og taka svona rangfærslur og miskilningi í burtu, þannig að við þurfum ekki einu svona spá í því. En svo verið að algjörlega gilda gagnrýni með sama hætti. Eins og viðtal við forsætisráðherra Nýja-Sjálands daginn þar sem að hún var að segja stjórnvöld eru eina uppspretta staðreynda. Þið þurfum ekki að leita annað, leitið bara og opinbera síður því að við erum eina uppspretta sannleikans eða staðreynda. Já, þetta er svo mikið núna 1984 Brave New World og Literature Handmaid's Tale og allt þetta er svona miklu nær okkur. Þetta er ekki bara eitthvað dystopía í fjarlægri en ég er bara að hugsa að ef við farum bara 100 ár að þá erum við pottið komið þangað ef við látum þetta yfir okkur ganga og ég er bara spáði varðandi hvað eigum að gera að við við erum kannski alltaf mikið í því að líta okkur endalaust fórnarlömb vondra ríkisstjórna og hafa bara vígstöðuna á 3 til 4 ára fresti við alþingiskosningar. Við þurfum að vera virkari fólk, við þurfum að vera meiri manneskjur og við eigum ekki hægt að vera manneskjur bara því við verðum hrædd við, ég kalla það bara jafnvel ímynda og við þurfum að hugsa þetta þannig ekki bara horfa á kosningar við þurfum að tengjast betur, við þurfum að finna endur uppgöta og finna upp samvinnuhreyfinguna við þurfum að vera viss samfélag, við þurfum að sýna framkvæmdir sem einstaklingur, við getum öll bara tekið á okkur þá sök að við höfum ekki sýnt það frumkvæði og ábyrgð sem einstaklingar að vera virk sjálf og hafa sjálf frumkvæði að því að byggja upp samfélagi sem við viljum og það er ekki bara gert í kosningunum. Þórður, má ég að spyrja því þú byrjar á því að segja að þú hefði verið svo bjartsýnn að þú hefði haldið að byltingin væri að byrja, var það þegar COVID var ástandi verið að byrja að það myndi leiða til þess að alþýðan risu upp? Er það vísað til þess eða er það vísað til einhverja eldra? Hvernig varstu bjartsýnn? Það sem ég átti við þá, það sem ég tilfinningi sem ég fekk fyrst, var bara hvað er auðvelt að slökkva á hagkerfinu og við sjáum hvernig þessi neysluhyggja sem við allt hefur byggst á var, auðvitað er hún óþörf og hversu mikið lífsgæði eru fólkinni því að slökkva öllum óþörfum störfum og allir fái bara beinustu nauðsynjar til að byrja með og það sé bara alltaf gefið eins og borgarlaun eða hvernig sem vil hafa það og svo þar fyrir utan er fólk bara frjálst og ég segi við eigum ekki að vera með þessa launaþrælkun og að tryggja bara atvinnu fyrir alla, við eigum bara að tryggja framfærslu fyrir alla og svo gefum við bara fólki frjálst til þess að vinna við það sem það vill og stofna þau, ég segi samvinnufélag sem það vill eða hvernig sem við byggjum upp okkar atvinnurekstur og
menningu. Þetta vil ég sjá og ég vil líka sjá öll stór fyrirtæki og sérstaklega ef við segjum bara fákeppnisfyrirtæki og gervisamkeppnisfyrirtæki, ég vil sjá það bara allt saman þjóðnýtt og það á alltaf eitthvað á samfélagslegum forsendum og arður að þeirri fjárstöðu á að duga fyrir öllum það sem við köllum í dag ríkisútgjöld eða opinber útgjöld og þá þarf ekkert flókið skattkerfi. Ég bara sjá einhverja svona einföldun. Ég vil fara þangað og ég veit að allir vilja fara þar þegar þeir sjá þetta fyrir sig og hvað þetta auðvelt og sjálfsagt og ég held að þetta var sem ég sá fyrir mér í upphafi koronafarsins en svo allt í einu bara tók ég eftir hvernig fólk var meðvirkt og það var hneykslast yfir því að fólk var nálægt hver öðrum og ekki með grímu og þannig að þá fekk ég þessa bakfanga en einhver séður þá og fyrst einhvern ugg þróunina. Heyrðu, að þú varst að nefna atvinnuleysi og síðan að fólk stofnaði samvinnufélög þá hvet ég til þess að kíkja á tillögu sem að Sanna Magdalena Mörtudóttir lagði fram í borgarstjórn núna á þriðjudaginn. Hún var einmitt þetta að gefa hinum atvinnuleysi færi á að stofna sín eigin samvinnufélög. Heyrðu, en nú látum við bara bolta rúlla. Næst á dagskrá Katrín Baldursdóttir. Velkomin Katrín. Já, takk. Takk fyrir að fá að vera eina með ykkur, að vera velkomin í svona góðan hóp. En allavega það sem mér finnst að gerast núna og hef miklar áhyggjur af, það að þeir sem að raun og veru stjórna heiminum í krafti hnattvæðingarinnar, það eru auðmenn og þeir sem stjórna stærstu fyrirtækjum og eiga stórfyrirtækin í heiminum, þeir eru að breyta lýðræðinu í alræði. Það ekkert öðruvísi og það alveg í tengslum við það sem að Þórarinn var að segja. Þetta bara verið að brjóta, nú eru þeir orðnir stressaðir, því að nú náttúrulega þeir sem stjórna bakvið, þeir eru orðnir stressaðir og þeir eru að missa svolítið út úr höndunum, það mikið að mótmælum og það mikið að gerast, línur mjög mikið að skerpast í heiminum, fólk að átta sig á því, þó að við Íslendingar séum ekki farnir að gera neitt ennþá, að þá þetta út allan heim og það þeir eru bara stressaðir, þetta lið sem ræður öllu og á alla peningana og nú þess vegna bara verið að breyta lýðræði í alræði, það ekkert öðruvísi og það allir orðnir hræddir, meira svo Íslandi, hvað má ég segja og hvað má ég ekki segja og við skulum bara, ég ætla að leiða þetta út í atriði sem nær okkur og það til dæmis með Icelandair. Hneykslið í kringum það skoðun á kúunin þannig, ég þekki vel inn í þennan hóp, til dæmis Flugfreyja sem hefur verið að glíma við þetta og skoðun á kúunin algjör, konurnar sem að eiga samkvæmt samningu við Icelandair, Flugfreyjurnar og flugþjónarnir sem eiga að hafa fengið endurráðningu samkvæmt kjarasamningi við Flugfreyjufélagið, það ekki að fá þetta. Það eru 70 flugfreyjur sem eiga að vera þarna sem ekki að fá þetta og þetta svo svinnslegt sumar fá það að það skyldu hafa lækað einhverja færslur hjá einhverjum öðrum flugfreyjum eða einhvers staðar annars staðar á gagnrýni á forystu Icelandair sumar að skyldu bara voga sér að kommentera einhvers staðar þetta allt dregið til og það sem var ekki hægt að saka þar þetta að þá voru reynt að tína eitthvað til sem var mögulega hefðu geta gert vitlaust einhver tíma og það ekkert gert og svo ekkert annað það að flugfreyjurnar sem eru eftir nú frá 1. september núna þá verður þær að lækka sitt vinnuframlag niður í 75%. Þannig það aftur níðst á líka hópnum sem eftir núna og flugmennirnir áttu að fá sömu útreið, þeir sögðu nei. Þannig að líklega verða fleiri flugmenn sem verða látnir hverfa vinnumarkaði hjá Icelandair. Þannig að þetta svo svínslegt og þetta það sem svo alvarlegt. Þetta líka dæmi þessa kúun, þessa skoðan á kúun sem í gangi. Það allir skítrættir, enginn þorir ekki segja nei. Og hvaða gæjar eru þetta? Þetta Bogi Nils, þetta Halldór Benjamin, þetta einhverju gæjar sem nú eru hjá Samherja. Þetta pínu lítil klíka sem stjórnar þessu öllu saman, pínu lítið klíka og þessi gæjar, þeir bara vilja ráða öllu í sambandi við lífeyrissjóðina, hvar lífeyrissjóðarnir fjárfesta, þeir vilja ráða öllu í sambandi við ríkisábyrgðir
og þeir eru með sjálfstæðisflokkinn bara eins og sko, þeir eru með það í teygju, þeir bara stjórna því hvernig þeir haga sér, þarna gæjarnir þar, og þetta bara alvarlegt mál. Og ég held að fólk fattar ekki hvað þetta er að fáir, hvað klíkan er raun og hvað þetta er fáir menn sem að stjórna þessu. Og þetta líka sýnir valdaleysi. Ég sko þreytist ekki af þessu. Þetta sýnir valdaleysi verkalýðshreyfingarinnar að þessi menn skulu komast upp með þetta. Við erum að tala vinnumarkaðinn. Við erum ekki að tala hvort að einhverjir ríkir menn sé að kaupa hlutabréf sína á milli og deila því. Við erum að tala vinnumarkað, við erum að tala launafólk og atvinnurekendur. Við erum að tala það. Og það ekki nóg með það, heldur líka orðnir stjórnmálamenn farnir að skipta sér því hvernig vinnumarkaðurinn, hvaða samningar eru gerðir. Sigurður Ingi, hann nú algjörlega virðist vera bara að spila ræla á róan á sér. Hann ætlar að fara að skipta sér að því hvernig samningar eru á vinnumarkaði og hann líka að mótmæla því að atvinnuleysisbætur verði hækkaðar. Hvers konar maður er þetta eiginlega? Hvers konar flokkur er Framsóknarflokkurinn orðinn? Þetta er orðinn algjörlega flokkur sem á engan tilverurétt lengur, engan. Og þarna, ég er svo vond út af þessu og ég finnst maður verði bara að vera á vaktinni og ég samt bjartsýn á það að fólk muni rísa upp. Ég spái því að fyrir jólin þá verði fólk farið að mæta á Austurvöll. Fyrir jólin. Vegna þess að núna, hvað var í fréttum á hann? Það hefur bara algjör sprengja hjá hjálparstofnunum. 40% aukning hjá fólki sem að koma og á ekki onni sig að éta, aðalega konur af erlendum uppruna. Þetta nú þjóðfélagið og nú þetta hrannast inn núna. Þannig að ég trúi því statt og stöðugt að sem sagt þegnar þessa þjóðfélags muni rísa upp. Þú veist að það valdaleysi og þú nefnir fólk af erlendum uppruna sem er miklu harðar atvinnuleysi þar, 20% atvinnuleysi hjá fólki af erlendum uppruna með maður ekki hvort það sé undir 9 á innfættum eða í heldina. Þetta fólk sem algjörlega valdalaust, það getur ekki svona kosið Sigurð Inga á þingi því það hefur ekki kosningarétt. Þannig að lágstétti sem að fyrst verður fyrir áhrifunum á kreppunni og þyngstu byrðarnar, að hún algjörlega valdalaus. Algjörlega valdalaus og líka athugið það sem kom nú fram, það gott þarna áðan í fréttunum, það að þessi hópur og sérstaklega konur, að það á engan að. Það engin frænka, það engin amma, það er ekkert. Það ekkert net í kringum þetta fólk og þetta verður skuggalegt. Þannig ég bara segi, sjáu þið til þegar tekjutengdu atvinnuleysisbæturnar eru ekki lengur fyrir hendi og menn orðnir strípaðir, þá verður þetta svona. Ríkisstjórnin nú ekkert eftir að gera neitt. Þetta er bara öfga hægri stjórn sem er algjörlega, við hefur engan áhuga á fólki, hvað þá innflytjend, skiljið. Herðu Jónkar, þú baðst 6 mánuði, ertu búin að fá spá Katrínar fullan Austurvöll jólin, það 3,5 mánuður og svo svona hægt, hnignandi vitund og baráttu þrek almenning sem að gengur inn í einhverja kúur reyndar á 100 ára tíma hjá Þórhaldi. Ég fór í fyrsta skipti, ég er búin að vera að vinna rosalega mikið núna á þessu ári, út af ástandinu sem er. Það margir sem hafa þurft að fara frá og fara í sóttkví og hitta þetta. Þannig að þetta hefur verið gríðalegt álag hjá suma og hjá öðrum það hefur verið að missa vinnuna. Ég fór í fyrsta skipti í matsalinn hjá Reykjavíkborg í marga mánuði og ég fekk sjokk að bara sjá ef að maður hefði sofnað í nóvember í fyrra og vaknaði í dag, maður hefði ekki trúað því hvað samfélagi, hvað innra líðan fólks hefur breyst. Og að á svona stuttum tíma að við séum orðin einhvers konar skjálfandi vesalingar undir einhverju teppum, við getum ein á hverju borði, halda 2 metra reglu, við skulum nú aldeilis gæta þessu og fylgjast með hvor öðru eins og einhver Stasi lögregla. Það alveg borin von að við náum einhverjum fundum, sjáuð okkur núna, við erum að nota einhvern Zoom fyrirtæki
til þess að halda fund. Við erum ekki saman. Á sama tíma þetta gerast, að fólk að missa atvinnu, það einangrað, það sumir að missa geðheilsuna, sjálfsmorð hafa ekki verið, ég veit ekki hvort þau hafa verið hærri en þau eru akkurat núna, sjálfsmorðstíðni. Ég veit til þess að það eru margir sem eru bara bugaðir af kvíða og þunglyndi, og það sem framundan bara verra, vegna þess að Ísland hefur bara einu gjaldeyristekjurnar sem við höfum haft í rauninni síðustu 10 árin eru ferðamenn, túrismi. Og við erum bara búin að afskrifa það og við eigum eftir að vakna upp í vondan draum eftir nokkra mánuði þegar það bara búið. Þegar við getum ekki fjármagna þetta land lengur. Og þá það nefnilega þannig á þessi tíma sem að þetta hefur verið að ganga yfir, það ekki, nú að eiga sér stað kannski stærsta eignatilfærsla í sögu heimsins. Á meðan almenningur, smáfyrirtæki og bara venjulegt fólk að í rauninni missa atvinnu, missa tekjur, missa eignir, þá erum við að sjá stærstu fyrirtæki heims sína methagnaði, mánuð eftir mánuð. Og fyrirtæki Jónkart, kannski ekki methagnaði, þetta frekar verðmætið þeirra að aukast, já. Þannig að, og þetta fyrirtæki sem það eru nefnilega aðilar sem að græða á svona, það alltaf aðilar sem græða á kreppu. Og þessi kreppa mikil gróða von og nú eykst á miklu hraða, miklu meiri hraða heldur en þú veist, ég veit ekki hvað sambarilegt á okkar tíma, það að eignir að fara í fleiri hendur. Og þegar til dæmis fyrirtæki eins og Amazon í Bandaríkjunum, hugsið ykkur hvað þeir hafa verið að græða núna á þessum netkaupum öllum. George Bezos orðinn svo ríkur og þetta fyrirtæki orðið svo ríkt að þeir geta keypt heilu þjóðirnar ef þeir vilja. Og þegar við stöndum uppi núna í rauninni tekjulaus, við erum ekki að lifa á neinu, við erum löngu búin að missa til dæmis við erum búin að klúðra öllum auðlindunum okkar öðrum, Samherji og félagar þeir bara sjúga kvótapenningana til Tortóla, á hverju erum við að lifa? Við erum að reka þetta í mínus og það sem kannski verra það hugsunarháttur sósíalistar voru áður fyrir rosalega duglegt vinnandi fólk sem að lifði á rosalega litlu, en fólk í dag orðið miklu meira það ekki tilbúið kannski að leggja jafn mikið á sig, þannig að þegar að því kemur að við getum ekkert fjármagnað þetta land lengur, sem gæti alveg gert ef þetta heldur svona áfram, þá þurfum við að fara að skoða svona út fyrir landsteinina. Já, þá þurfum við að fara að hugsa stéttabaráttuna svolítið upp á nýtt. Og við þurfum líka að fara að hugsa, þú veist, hvernig við ætlum að ná árangri, hverju við ætlum að ná fram. Við þurfum eiginlega að fara að bretta upp ermarnar og sjá hvað við getum gert í sameiningu. Ég meina, þetta var frábær tillaga hjá Sönnu, einmitt, og þetta akkurat svona hluti sem maður þarf að gera. Og þetta í rauninni eina vonin okkar. Fyrirtækin og ríkið, hið opinbera, það verður ekki mikið hægt að leita til þess. Jón, má ég aðeins spyrja þig að því að þú ert svona, talar líkt og Þórarinn svona fólk, koðni svolítið niður undan sóttvörnunum og upplifir sig sem veikt og staðið við ógn af náunganum og allt þetta. Og svo, en Katrín var að tala hins vegar eins og að stjórnendur fyrirtæki að ganga á lagið og ganga harðar að fólki gagnvart til þess flugfreyjunum þar sem að þú fær ekki vinna að þú lækar eitthvað. Og svo náttúrulega Samherji sem að gengur bara fram með ótrúlegri hörku og líklega vitaði betur að svona hakka gengur ekki fólk, en að þeir telja það bara þess virði samt einhvern veginn að sína hörkuna til þess að sanna eitthvað sem að guðma veit hvað er. Heldur það samíkjandi á milli að eigendur fyrirtækja gangi hart fram þegar að almenningur stendur veikt? Ég held það.
Það náttúrulega, þeir að gera það sama og stjórnvöld við það heim að gera. Það orðið þannig, til dæmis sem var að tala like á Facebook. Nú farið að handtaka fólk það myndbandagangum í Ástralíu sem ólétt kona var að like'a status á Facebook sem var mótmæli gegn sóttvarnareglum þar. Hún var handtekin í heimahúsi. Þannig að það að like'a eitthvað á Facebook og svo gera fyrirtækin á Íslandi það sama. Þau komið njósnadeild, Samherji að njósna fréttamenn hjá RÚV, hvað þeir like'a á Facebook. Það komið rosalegt eftirlit samfélag og við erum öll núna orðin hluti af nettengdum heimir, þar sem að öll spor og öll samskipti það eru opinber og stór og rík fyrirtæki fylgjast með því sem að maður gera og auðvitað verður fólk hrætt og þorir ekki að tjá sig, það hefur svo mikið að missa, þannig að við erum komin að þann stað, já. En ég spyr aftur þess að Katrín sagði, hún reiknaði með því að fólk myndi rísa upp og hafna þessu og væri komin uppreist þú varst að tala 6 mánuði upphafi, hún að tala jólin, hvaða tilfinningu þú fyrir þessum 6 mánuðum sem að þú lagðir á borðið? Hvar verður við þá? Já, ég held að þessi fyrirtæki verður reynda bara komin á hausinn og þá þurfum við að hugsa þetta mál svolítið upp á nýtt. Ég hef alltaf giskað á það að Íslandi fara á hausinn og í staðinn komið eitthvað fyrirtæki eins og WOW og eitthvað svona erlend flugfélög. En mér finnst þetta auðvitað, þú veist, flugleiðir ætti að vera ríkisrekið fyrirtæki, þetta almanna heill og þá væri alveg hægt að leysa þetta mál og það alveg klárt að flugleiðir hluti af þessari mafíu sem að Sjálfstæðisflokkurinn hluti af og þeir vilja það ekki, þeir vilja halda áfram að vera bara að spena einhverjum hjá ríkinu og halda þessi einkaeign og vonandi það rís fólk upp og heimtar að þetta veri þjóðnýtt, það eina lausnin á þessu í bili. Þeir koma fram við þjóna og flugfreyjur eins og bara ótrúlega illa, sko. Ég þekki einmitt fólk sem bara missir allt af svona ótrúlegri framkomu. En ég bara hræddur að það erfitt að díla við þetta. Eini möguleiki með fyrirtæki eins og flugleiði að þjóðnýta þau og vonandi þá virkar það. Ég bara svartsýnn á að það verði. Ég bara hræddur að það verði sett á hausinn, menn stingi af með peningana og að það verði erlent flugfélag sem kom í stað. Það það sem ég hræddur sko. Jæja, Haraldur, þetta svona kvöldurabóð þar sem allir koma með sín rétt. Já. Það rétt. Má ég aðeins koma inn í þetta sem við vorum að tala áðan, sko. Þannig að má sjá það á könnunum. Það eru til og sko, við getum farið að spyrja okkur þeirra spurningar, hvenær eignast ríku allan auð í heiminum. Og það í sjálfu sér ekki stutt og langt í það að má reikna það út frá bandarískum könnunum að 10% ríkustu í Bandaríkjunum muni eignast allan auð þar þarna 2033. Og sko Michael Hudson skrifaði merkilega bók sem að hét Fyrirgef oss vorar skuldir á ensku náttúrulega skulduppgjör og þarna sögu skulda í heiminum. Og hann kemur ansi sko mjög áhugavert þar sem hann skrifar Rómaveldi að þetta gerist akkurat í Rómaveldi þegar að yfirstéttin í Rómar búin að sölsa undir sig allar eignir í Rómaveldinu öllu saman og á Ítalíu skaga og þá gerist nefnilega svo merkilegt þá ekki hægt að búa til meiri peninga af því að peningar eru búin til með því að búið til skuldur á móti og þegar þú komið með allan hópinn í heiminum sem að getur ekki búið til meiri skuldir fyrir þá ríku til þess að sanka þessu auði að þá þarna sko kemur það einhverjum punkti þar sem að einfalda efnahagskerfið hrynur út af þessu og það gerist akkurat í Rómaveldi eins og við vitum innan myrkum miðaldir að það kom bara sko svona þróunar náttúrulega bara þróunin fór bara niður eins og lyfta í húsi sem að missir kapalinn þannig að þetta háskalegt og þetta fer allstaðar sko það svo magnað að sjá þetta við getum séð þetta hérna heima að þessi ríku þeir eru alltaf að fá einhvað ókeypis að sko þeir eru að fá núna verða að bjarga skulduhöfum í þarna í Æslandir og það verða að nota almenna fé til þess og þetta í stóra og í því litla mér finnst nefnilega svo magnað að Kristján Vilhelmsson hjá Samherja
hann einn aðal fjárfestirinn bak við miðbæinn á Selfossi, og þar fá þeir lóðirnar gefins. Þessir vettríku menn þeir þurfa að fá lóðirnar gefins, og það í öllum þessum dílum, allir því sem að gerast í samfélaginu, og það alltaf þannig, það ekki bara það að kerfið búið stöðugt til meiri auð fyrir hérna ríku, að þeir fá líka alltaf gefins, þeir fá alltaf eitthvað með. Og þetta orðið bara hluti af menningunni. Og það alveg sama hvort það eru útvatnaði vinstri eða hvort það eru hægruöflin að þetta ræðir allt í það átt. Og þetta endar einfaldlega með því að sko þeir ríku, og það bara stutt í það í raun og veru. Önnur 40 ár, hann í frálshyggju, og þá það komið. 2033, það eru 13 ár, það þetta sem að þú býður upp á, þá heimsendir, það myrkar miðaldir, og það sem kallað kreppa, það fer bara beint niður, kemur ekkert upp. Akkurat. Þetta skuggalegt og þetta bara ekki rætt. Og í sambandi með Íslandi sko það bara ekki rætt þetta, og í sambandi við hlutabréfamarkaðinn í Bandaríkjunum, sem á blússandi ferð, á meðan að sko raunhagkerfið brennur, gjörsamlega logar, að þá hlutabréfamarkaðinn bara einhver önnur veröld, og þar einfaldlega þetta, og það nú til dæmis eitt atriði sem heitir fiat money, eða sjálfstæðan gjaldmiðil, sem mjög áhugavert, að sko þetta tæki, og það þetta að nota tæki eins og hamar, þú getur dripið mann með hamri, þú getur líka smíða hús, og þetta svo sko hættulega sem að gerast í Bandaríkjunum, að þar verið að pumpa þessum pening öllum saman í yfirstéttina. Og hún geti braskað og búið til pappírsverðmæti sem í raun og veru sko staldra ekkert við og ekkert raunveruleg verðmæti til langs tíma. Já. Elsabeth, þú ert hérna á fundinum síðast, vildur bara hlusta? Já, ég bara vera með. En þú verður að grípa orðið, og það segir það sama við ykkur hinn, þið megið bara grípa það, ég þarf ekki að flytja orðið á milli alltaf. Nei. Það Ólafur. Vist þetta ekki glæsileg framtíðarsýn, sko. Nei, nú ætlaðum við að stilla yfir á bjartsýnasta manni við borðið, það Ólafur Jónsson. Þú verður að... Hvað segir þú? Já, ég vil ekki taka orðið af Elisabeth, en þetta eru aldeilis fjörugar viðræður, mjög góðar. Ég sá þetta byrja. Ég sá þetta byrja þegar að hérna á Íslandi, það voru svona smá kallar eins og einhverjir heildsalar og svoleiðis í gangi hérna 70. En svo kom þetta þegar að 1990, þegar að frjálsa framsalið var ákveðið, þá byrjaði þetta. Þá byrjuðum við að sjá þessa þöggun. 95, þarna þegar þeir funda með Davíð Oddssyni, Kristján Ragnarsson og okkar maður Þorsteinn Már, þá breyttist þetta verulega. Þá var bara orðin ógnaröld í samskiptum. Það mátti bara ekki ræða það að það væru aðrar leiðir til þess að stjórna fiskveiðum, og það var logið upp á kvótakerfið. Það var eitt að fela fyrir okkur. 1990 hafði heimsmarkaðsverð á fiski tvöfaldast frá 1983. Þið munið þetta kannski, að það var svona heilsudæmi mikið í gangi, og í Þýskalandi sérstaklega, Englandi líka, að fiskneysla bara óx, og þá var þorskurinn okkar á toppnum, og það tvöfaldaðist verðið. Þá komu útgerðarmenn og sögðu, þetta allt saman kvótakerfinu að þakka, að við höfum náð svo mikill þróun gæðastjórnun. Þetta var hrein og klár lygi. Ég var þarna nákvæmlega. Það hafði ekkert breyst. Það mátti ekki gagnrýna, af því að ef fólk gagnrýndi kvótakerfið og þá sem áttu, þá voru bara sagt að vera afbrýðisamir. Manstu? Það var líka reynt. Já, við áttum að vera afbrýðisamir út í
einhver afbrýðisamur núna út í Þorstein Má? Hvað í gangi? Nei, svo líka sko fólki var bara sko, þeir sem voguðu sér að gagnrýna kvótakerfið, það var líka eitthvað að þeim, þeir voru stimplaðir. Sko, þeir gengu bara ekki heilir til skógar. Það voru menn voru stimplaðir þannig. Nákvæmlega. Ólafur, kannast þú við það sem að Katrín var að tala áðan flugfreyjurnar, svona skoðanakúgun þeirra sem eiga fyrirtækin, hefur þú orðið fyrir svona þess? Ég hefur, það þekkja nú kannski flesti mína svo, ég hef nú bara tróða á mér allan tíma síðan, þarna 1995 að ég skrifaði þessar 2 greinar í Mokkan, en þetta nákvæmlega við þessu Grandi sendi bara bréf á allar áhafnirnar og það enginn sem mælir opinberlega á samfélagsmiðum eða neinstaðar það sem fer fram borð í skipinu, veiðar og verðlag og annað þvílíkt. Bíðið hægir, þeir sögðu við mig menn sem reka svona þjónustufyrirtæki við skal ég segja ykkur sjávarútveginn, voru þá í sjávarklasanum, að ég kom til þeirra á sýningu, bjóð þá út í Las Palmas og þeir spurðu mig hvort ég vildi ekki taka af mér að kynna vörurnar þeirra hafa í þessu stóru veiðum sem eiga centrum í Las Palmas á Kanaríu. Og ég bara starði á þá og þið vitið að ég að blogga það ekki. Blessaðu vertu Óli, sko, það löngu búið maður, það allir að blogga. Ok, ég skal gera þetta fyrir ykkur. 5 mánuðum seinna, heyrðu, gætur nú ekki farið aðeins varlegar í þennan. Heyrðu Óli, þú verður eiginlega að skrifa undir sérstakan samning og þar var sama gamla röðin og átt að fara að reka mig úr hampiðinni. Ekki taka þátt í stjórnmálum, ekki taka þátt í umræðum sjávarútveg, ekki tala fiskverð, ekki tala launasamninga. Þetta var allt ein grein í samningnum sem ég átt að skrifa undir. Þá hafðu þessi menn sem voru þarna, við vorum svona blind. Við sáum ekki hvað var að ske. Núna kemur þetta eins og hjá flugfreyjum, þetta bara orðin viðtekin venja. Að ráðast bara á fólk. Við heyrðum stelpurnar segja það átt að ráða sko eftir starfsaldri. Nei, þeir köttuðu það bara út. Nokkrar mannesk. Var það af því að þær voru... Þær voru ekki, Ólafur, þær voru ekki nokkrar, þær voru 70. 70? Þær voru köttaðar út. Já, 70 hent út. Getur verið að ég hafa í samningunum, þið muni kannski eftir stóru samningunum í gamla sjómannasamningunum, en þeir eru svo ung náttúrulega. En þá ég tók þátt í, ég sat þess að fundi hjá þeim. Það hafi ekki verið eitt af því, öllu ofbeldinu sem ég vorði fyrir. En þetta gerðist þarna og þetta hefur bara aukist. Við hefðum átt að rísa upp svona 2000. 2000 áttum við að rísa upp og stoppa þetta. Haraldur sagði áðan hvernig sko peningarnir hrannast upp og þeir ná að kaupa. Fyrsta flóðbylgja peningana var í kvótaveðunum. Þetta var gjörsamlega galið að taka hugtakið kvóti, fara með það inn í bankan og taka upp 3 milljarða, 5 milljarða. Þarna algjörlega einoka, það bara stift utan sjávarútveginn og það kemst enginn inn sem ekki á kvóta til þess að veðseta, til þess að kaupa meiri kvóta. Og þarna urðu svo miklir peningar í umferð, bankarnir föndust út, það voru engar eignir á bakvið þetta. Það var bara hugtakið kvóti sem við áttum. Fiskurinn í sjónum, já. En maður sé, þetta endurspeglast alveg skýrast bara í svona fiski samfélagum eins og Ísafirði og
að það bara snar breyttist samfélagi bara eftir frá því að skuldtórarnir voru og frá því að og þangað til að sko þegar kvótinn var að ég fór í burtu og kom aftur fór í burtu frá Ísafirði 80-90 kom aftur 98 og á þessu tímabili það náttúrulega snjóflóðin átt í stað kvótinn, það var engin sko gjörbreytt atvinnulíf, það barist hverja opinbera stöðu og það var engin nýsköpun heldur sko og svo búðirnar allt einhvern veginn, það var allt og ekki nóg, sko það endurspeglaðist bara alveg niður í smæstu mynd í samskiptum fólks sko, allt í nú sko vík á milli, sko ekki bara vík heldur fjörður á milli vína og vegna þess að þeir sem áttu kvóta, sko, þeir fóru þarna að lífa alltaf þessu lífi, það voru bara húsin þeirra voru orðin sumarbústaðar á Ísafirði og áttu, sko, eitt hús í Reykjavík og annað á Spáni, sko. Og þetta bara, það er það sem er svo því ég heyri í ykkur, og það, þú veist, mér finnst þetta svo eitthvað, eins og þessi framtíðarsýn, mér finnst þetta eitthvað svo, hvað er að gera? Mér finnst þetta svo eitthvað öflugt og stórt og hvernig á að ráðast á þessa ríku kalla, þú veist, á bara bíði 30 ár þangað til að allir eru búin að skulda svo mikið að það geti ekki látið fleiri skulda, eða hvað? Þetta samt allt saman, þetta byrjar allt í hausnum, ég meina þetta upplýsingastríð, öll stórfyrirtæki þau leggja rosalega mikið pening í upplýsingahernað, miklu meiri pening heldur en fjölmiðlarnir hafi verið að ráða og í Íslandi þá var það útgerðirnar sjómenn sem að fór í verkfall hérna árunum upplifði þetta mjög sterkt að það var hægt að þeirra upplýsingabatteri var bara ekki neitt með upplýsingabatteri hjá útgerðinni og vegna þess að þeir geta keypt pláss, þeir geta keypt fjölmiðla, þeir geta hótað blaðmönnum, þeir geta hótað almenningi óþægindum, lögsóknum, þeir geta látið að missa vinnina og allt svo leiðis. Það eru peningar sem stjórna þessu í innanlandsmálum þegar kjarabarátta þá eru það þeir sem að hafa mestu peningana sem að koma sínum málefnum á framfæri og þeir náðu að selja til dæmis kvótakerfi á sínu tíma vegna þess að það voru miklu peningar í húfi og fólk keypti þetta þú veist þeir sem ekki til þekka þeir vita ekki betur og á heimsvísu þá eru það sama að eins og það sem Þórarinn var að tala í byrjun alveg með ritskoðunina sem er gangi á alþjóðavísu að ég held að menn átti sig ekki alveg á því að öll þessi forrit sem við erum að nota núna YouTube, Facebook, Zoom og allt þetta eru stórfyrirtækir sem eiga þetta þeir ritskoða núna það er stórfelld ritskoðun í gangi ef allar þessar hugmyndir koma og þær eru seldar í gegnum fjölmiðla og vegna þess að það er á valdi hinna ríku þá sigra þeir upplýsingahernaðinn þannig að allar þessar hugmyndir eins og nýfrjálshyggjan sem að kom í Íslandi á þann stað sem það er í dag þetta var allt saman vegna þess að allar upplýsingar sem við fáum koma frá þeim þeir eyða gríðarlega fjármagni í þetta og við stöndum uppi með þetta En við tölum bara það sem er að gera alltaf í Íslandi hvernig allt hefur hrunið, allt þetta eins og almannatryggingakerfið, allt þetta öll þessi einkavæðing, mér finnst þetta svo að það hafi læðst aftan að mann eins og okkur kló, það hafi bara verið tekið, þú veist, árangur margra kynslóða eins og af okkar og ömmu, þetta er bara hrunið, bara allt í nú, þú veist og Þetta er satt, það var Óttar Brox, hann er heimspekingur frá Noregi, hann var að skrifa mitt þetta, hann fekk mikið verðlaun fyrir, þetta hefur alltaf gerst, það er almenningur, þú veist, bændur, sjómenn, kaupfélögin, þeir byggja upp með eigin vinnu, þessi kerfi, þeir byggja upp auðlindirnar, byggja upp eignirnar, svo það sem að hefur gerst er að hefur opinbera tekur yfir, hvort það er raforkukerfi, hvort það er vinnutæki eða hvað það er hið opinbera tekur yfir á þeim forsendum að þetta sé til hægðarauka og þau þurfa ekki að sjá með til lengur og svo fer þetta hægt og sígandi yfir í einkaaðila þannig að
uppruni allra þessara eigna má rekja til vinnuframlags af okkur á ömmu í rauninni. En þetta er bara standard leið og núna erum við bara að vakna upp í það. Við erum þarna erum við. Þar sem að hlutirnir sem eru búnir að fara til hins opinbera fyrst, þeir eru núna á leiðinni í einkageirann. Og þegar þeir eru komnir inn í einkageirann, og vegna þess að einkageirinn er ekki jafn lýðræðislega bundinn og opinberi geirinn. Það gerist í Svíþjóð, sem fór að einkavæða og það er að gera smátt og smátt bara hjá sveitarfélög er að einkavæða leikskóla til dæmis, Hjallastefna er einkavæða. Þó hún lifa á opinberum styrkjum sko. Og við erum bara á þessum punkti í tímanum. Fyrsti punkturinn er þegar fólk er að vinna upp landið, vinna upp eignirnar, búa þetta allt saman til, svo fer þetta yfir í hið opinbera, er þar að krauma einhvers staðar og það endar alltaf hjá einkaaðilum. Já sko, mér finnst þetta líka sko svolítið mjög gott að ræða þetta og opna umræðu þessa skoðunarkúgun því að til dæmis eins og ég sem er í Sósíalistaflokki Íslands og hef skrifað mikið einmitt kvótakerfið og gagnrýnt sem sagt þessa auðsöfnun fárra til fárra og peningastreymi og uppbyggingu nýfrjálshyggjunnar og svo framvegis. Sko við sem erum í Sósíalistaflokkum, við þurfum bara að standa saman því að hvenær fáum við, sko hvenær kemur kló Samherja og reynir að brjóta okkur niður. Þetta er bara það sem við erum að sjá fyrir okkur. Sko, þeir eru út allt og þegar kannski fer að heyrast meira í Sósíalistaflokknum heldur en það mun gera það, Sósíalistaflokkurinn er náttúrulega eflast, að sko, þá verður þetta hugsanlega að þeir sem eru talsmenn flokksins og svo framvegis og koma fram fyrir hönd flokksins og þeir sem skrifa mikið, þeir geta átt hættu, þetta er raunverulega hætta á það að það verði reynt að gera allt með fjármagni auðmanna til þess að brjóta þessa baráttu niður og baka aftur. Ég bara tóði því. Hvaða miðul verður notuð sko? Það er eitt, má ég aðeins koma, það er eitt sem að sko, hefur sambandi að þegar nýfrjálshyggjan kemur þá er hún búin að vera í undirbúningi það er búið að pumpa peningum inn í think tanks og önnur slík fyrirbæri í áratugum saman áður en að félagslega lýðræðiskerfi lendir í þessum vandræðum og verðbólgutímanum og þá er bara einfaldlega til ný leikjabók og það er hún sem verður svona ofsalega árangurslík. Þessi hugmynd það að ríkisvaldið sé slæmt, ríkisvaldið sé að taka okkur frelsi og það sé einkaaðilinn, það sé þarna entreprenörinn, maðurinn með peningana sem getur komið og hann getur leyst úr læðingi alveg gríðarlega afl sem að gera það verkum að verði til mikið af nýjum auði og þessi auður muni síðan dreifast allt samfélagið og verða fólki til mikla hagsbóta. Þetta er saga nýfrjálshyggjunnar og þetta svín virkaði. Það sem að við höfum ekki gert, það sem að vinstri sveik okkur útvatnaði vinstri núna síðustu áratugi, var saga framtíðina. Og það er það sem við sósíalistar þurfum að gera. Að við þurfum að koma og við þurfum að segja fólki sögu framtíðina sem virkar. Þannig að fólk geti áttað sig á því að það er hægt að gera eitthvað annað, það er hægt að breyta þessu samfélagi sem við lifum í dag og koma með annars konar uppbyggingu sem er miklu hagfelldari fyrir allan almenning. Og líka set og stoppar þessu stór hættulegu þróun og býr til samfélag sem hefur möguleika á því að takast á í stóru vandamálin sem við erum að fást við, sem til dæmis loftslagsmálin, sem félagsmálin, aldraðir öryrkjar og annað slíkt og rækta aftur upp akkur framtíðarlandsins og við notum svona rómantískt orðalag en sem sagt raunhægt kerfið þar sem við getum lifað góðu lífi á grundveldinu. Ekki engilspretturnar frá völdum sem að eyða agrinn. Hérna má ég pröfa að skipta að þið eru búin að tala og draga upp mjög svarta erfiða mynd af andstæðingnum, af auðvaldinu og valdi hans og hvernig það bæði virkar
í svona stóru heldinni en líka bara sekkur djúpt inn í líf okkar, fylgist með þegar við lækum á Facebook. En alþýðan, hvernig rís hún upp? Hvernig getur hún barist? Má ég senda þetta á þig, Þorri, sem að byrjaði umræðuna með svona dökkum litum. Hver vonin? Hvað leið höfum við út úr þessu ástandi? Já, ég er nú oft svartsýnn í tali en ég veðja samt alltaf á byltinguna sama hversu litla líkur hún á eða hversu illa hún stendur. Ég veðja alltaf á það að fólk rísi upp sama hversu ástandið er svart og ég bara vel það alltaf að trúa vera jákvæður og það er svona líklegasta besta leiðin til þess að minnst að kosti finna þá leið. Það sem ég fókusa sérstaklega á núna eru fjölmiðlar og ég lít á eiginlega allt sem handbend auðvaldsins í dag, þessi tækisvörnum eins og Jón kallar að minnast á, en bara stærstu fjölmiðlar heimsins, þetta er ekki bara einhverjar hlutdrægar fréttaveitur, þetta eru stórfyrirtæki sem eru fyrst og fremst að móta almenningsálitið. Það er ekki hlutverk þeirra að upplýsa fólk hvað gerist í heiminum. Og það virðast vera allt og margir sem að halda það. Það er bara aukastar. Aðal fókusinn er á að stjórna fólki, halda í skeiðum og eins og svona frjálshyggju hugmyndafræði, hún gat bara komist á dagskrá með því að hafa stjórn á fjölmiðlum, með því að dreifa áróðri. Ég sé að lykillan því að alþýðan vakni er að hún átti sig á því að hún verður að hætta að treysta. Allt sem þú lestir lígi eins og sagði í laginu. Já, ég myndi jafnvel bara segja það beint úr þannig. Þetta er oft verið að segja rétt frá staðreyndum og með hlutlausum hætti. En það er svo mikið af stór viðburðum sem að í heiminum sem verður að segja frá, sem hafa alltaf einhverja hagsmunatengingu sem er mikilvæg og umfjöllun fjölmiðla litast af því. Og hver eru eigendur þeirra og hver auglýsa, eins og lyfjafyrirtæki núna. Þannig að það þarf ekki mikið til að bara allir fjölmiðlar, við höldum að sé svo margir að það er nú eitt segir rétt frá, en málið er að þetta er bara svo massíft og samantengt að þetta virkar allt bara eins og ein áróðursmaskína og handbendi auðvaldsins. Og ég held að við væri komin stórt skref áfram ef við fáum þá vakningu almennings gagnvart raunverulegu hlutverki fjölmiðla. Ekki treysta þeim, veru tortryggin. Og við sjáum núna riskun á samfélagsmiðlum og þar er þetta meira augljóst. Það er bara beinlega að segja ekki lesa þessa frétt. Það er búið að tjekka á þessu, hún er röng, hún er misvísandi. Það er svona ýmislegt í henni sem er ekki rétt. Farðu frekar þangað. Og þetta er eiginlega ólíkindum að við skulum sagt ykkur við þetta, en svo eru líka bara fjölmiðlar og meira sér fjölmiðlar sem eru virðulegir svo BBC og Guardian. Þetta er bara algjört drasl, segi ég. Þetta er svo blatant áróður oft og ég hugsa að ef fólk væri svona sæmilega meðvitað það og að minnsta kosti tilbúin að vera tortryggið og líta allt með gagnrýnum hætti eða ekki sjálfgefið að það sé verið að segja sæmilega rétt frá, að þá þarf það að taka eftir ýmsum óljósum lígum. En ég sé fjölmiðlar vera vakna gagnvart fjölmiðlum, vera meðvitaður áróðurhlutverk þeirra og þetta er sérstaklega að minnast á í þessu samhengi að leyniþjónustur, vestrænum leyniþjónustur, þeir hafa bara átt sína fulltrúa innan stærstu fjölmiðla heims. Það er meira þess að heitir Operation Mockingbird og það sem að kom í ljós og þetta kom alveg fyrir þingnefnd, bandaríska þingnefnd og alveg viðurkennt í dag að leyniþjónustan var bara með sína flugumenn innan hjá alla helstu hjá fjölmiðlum og bara passa upp á að væri sagt svona hentugt frá og þetta var líka alla Evrópu. Hér á Íslandi var það þannig að
bandaríska sendiráði kallaði bara á ritstjóra Morgunblaðsins Styrmi Gunnarsson og pumpaði hann. Þau þurftu ekki að planta hennu inni á mókan. Og hefði ekki þurft meira til, en þetta var kannski aðeins meiri kröfur og erfitt að gera þetta erlendis eða hérna í Evrópu, en enga síður þá er þetta ennþá svona í dag, nema hvað menn fá ekki bara beint borgað úr hérna borgað í vasan, það er kannski aðeins lúmskara og hérna tókukendura fyrirkomulega, en enga síður þá sér maður að þessi áróður er ennþá í gangi og það er þetta bara ólíkindum að fólk viti ekki að hérna, svona hafi fjölmiðlar verið. Má ég koma einna mín? Já, sorry. Þú ert gamall blaðamaður eins og ég, viltu eitthvað, hérna, er það rétt mynd af fjölmiðlunum sem að Þórarinn að draga upp? Já, sko, þetta er náttúrulega, sko, þetta er alltaf að verða svæsnara, eins og Þórarinn var að segja. Og ég man það náttúrulega þegar ég var, sem sagt, ég var blaða og fréttamaður á Stöð 2 og Bylgjunni í 5 ár og þar var Jón Ólafsson, hann átti þá þetta fyrirtæki og maður fann alveg greinilega fyrir því sko, til dæmis að það mátti, og þegar hann var þarna þá átti hann líka skífuna og það mátti alls ekki fjalla neitt og maður, ef það kom eitthvað mál upp tengt skífunni þá sko reyndi maður svo mikið að komast hjá því að taka á málinu vegna þess að fólk fekk bátt fyrir og það var alls konar svona, maður fann alveg sko fyrir því að sko að ég er ekkert að tala daglega en þið vitið, maður þetta lá alltaf í loftinu eignarhaldi veist, og það segir sér náttúrulega sjálft þessi auðmenn, hvað halda þeir nenni ekkert að hafa fólk í vinnu hjá sér sem með eitthvað bögg þú ert að vinna hjá mér og ég borgaði launin þú ert ekki verið að skrifa eitthvað sem að mér hendar ekki að þú skrifi þetta, hvaða bullu það og sko auðvitað er þetta svona og þetta er að versna vegna þess að núna eru sko þegar ég var byrjaði að skrifa í blöð, ég byrjaði á gamla Þjóðviljan, þá var þetta allt öðruvísi kerfi, það var Þjóðviljinn og Tíminn og það var flokksblöðin og hérna, svo smá saman hefur þetta þróast yfir í því að það eru sterkir auðmenn sem eiga fjölmiðlana í dag og fólk virðist ekki átta sig á því að af hverju vilja þessir auðmenn eiga fjölmiðla sem þeir tapa á milljónir hverjum einasta degi allt árið kring. Þeir tapa. Af hverju vilja það gera? Vegna þess að þeir græða á því, vegna þess að þeir eru að mata okkur á þeim hugsunum og þeim skoðunum sem þeim er þóknanlegt að við höfum. Þannig er það bara þannig. Og það er bara í öllum fjölmiðlafræðum er það þannig, í kenningum í fjölmiðlafræði og allt svona, þá er það þannig að fjölmiðlar geta aldrei verið neitt annað en endurspeglun af því þjóðfélagskerfi sem við líði hverju sinni. Það er engin byltingarafl í fjölmiðlum og verður aldrei. Það er engin að lesa þessi blöð, hvað sem er. Nei, ég er að tala fjölmiðla almennt, ég er ekki að tala blöð, ég er bara að tala almennt fjölmiðla, þú veist, já. Frábær Katrín. Nei, og svo líka þetta með þetta aðhaldshlutverk, ég get alveg sagt ykkur það, þegar ég byrja, ég var sko í stjórnmálafræði og ég sá fyrir mér sko að kannski að fara í pólitík, en nei, það var ekkert plattform fyrir mig þá sko, en ég hugsa mér, nei, ég get sennilega haft áhrif ef ég verð blaða á fréttamaður, þá get ég örugglega haft góð áhrif út í þjóðfélagi og var alveg ákveðin því og lagði svo á stað og var alveg 20 árið því fæi. En svo komst ég að því að þetta er bara tómt bull. Þegar sko fjölmiðlar eru ekki lengur fjórðavaldi. Þeir voru það áður eða það þótti vera þannig að fjölmiðlar væru fjórðavaldi. Þeir eru það ekki, þeir eru bara málpípa, þeir þjóðfélagskerfi sem við líði og ekki bara á Íslandi helst alls þar í heiminum og nú er þetta bara verra og verra. Þeir eru ekki bara málpípa lengur þjóðfélagsskipulagsins, þeir eru málpípur sterkra og ríkustu manna heimsins. Það er bara svoleiðis kerfið, eins og við erum kannski búin að vera að ræða svolítið hérna. Almannatengslafyrirtæki eru margfalt auðugri og öflugri heldur en allir fjölmiðlar. Við erum að tala 20-30 sinnum meiri peningar í almannatengslafyrirtækjum heldur en fjölmiðlum og það langt síðan það var þannig. Fjölmiðlar eru ekki neitt, þeir eru fjársvelt, blaðamenn eru á lágum launum, almannatengslafyrirtæki stjórna upplýsingunum núna og við erum öll mótuð af upplýsingunum en við gerum okkur ekki grein fyrir því.
Það eins og með þversögn kapitalismans að ef að við förum til dæmis að vinna saman, lærum að lifa spart, vera nægjusum og nýtin, vera sjálfum okkur nóg og neyta minna sem gott fyrir okkur, það vont fyrir kapitalisman, það minnkar hagvöxtur, ekki satt? Og við erum sem heild alltaf að neyta meira og svoleiðis. Við tökum ekki eftir, við vitum ekki að við erum líka fórnarlömb þessa heilaþvotta sem að verið að nota öll þessi tæki á okkur. Stærsta tækið til dæmis eins og Amazon og svoleiðis sem að geta séð fyrir hvað þú vilt kaupa næst, þeir geta látið, við erum komin að næsta skref. Við erum blind fyrir því að við erum mótið þannig en ég ætlaði bara að segja eina sem að ég held að við getum treyst á í framtíðinni, það einmitt að slíta okkur frá þessu, vinna sem mest með þeim sem við þekkjum og getum og einmitt að reyna að mynda einhvers konar samvinnu með þeim sem við þekkjum og treystum og bæta líf okkar, vinna út frá því. Ég myndi aldrei treysta ríkið eða einhver stórfyrirtæki að vera að leita á þau, heldur að einmitt að reyna að finna sem mesta ábyrgðartilfinningu og taka bara völdin sjálfur. Leið og við neytum að neyta þess sem að vera að selja okkur, þá losna þessi völd sem þeir hafa yfir okkur. Já, hann langar aðeins að bæta örlítlu við, þar að segja í sambandi við þetta að að þegar að við erum orðin mörg saman og okkur fjölgar og það verður erfiðar að brjóta niður einn og einn að því við erum orðin heild. Þá getum við fara að segja við þess að gæja og komiði bara. Þið brjótuðu okkur ekki neitt. Komiði bara. Eða bara gera þetta sjálf eins og forfeðurnir. Já, en við verðum að losna við þá fyrst. Komiði bara, því þeir eru ennþá svo auðir. Við getum ekki bara beðið eftir því. Við verðum að byrja að vinna. Það máli. Verðum að ná fólki inn í samstöðu. Já. Það þarf að ná fólki til að koma með okkur. Það voðalega erfitt það viljast margir vera svona hálflímdir í sófana. Þeir horfa á þig í sjónvarpinu, þeir horfa á þig á netinu og þeir taka undir og læka það sem þú ert að segja. Ef þú ætlar að draga það á raskatinu út úr húsanu þeirra, þá eins og eitthvað sé bara lamað. Þetta voðalega skrítið. Það góð bókin hans Harðar Torfa, hún alveg frábær og lýsir þessu svo vel. Hvað erfitt að fá fólki til þess að, fólki veit þetta. Það sér þetta, það les þetta og það bara kemur ekki til. Okay. Og ég aðeins að því að það sem að Haraldur var að segja þetta áðan, hann sagði að við verðum að eiga framtíðina, við getum talað hvert við að fara. Getum verið að maðurinn sem þú varst að vitna í sjónvarpinu og allir eru sammála, en hann bara gagnrýna það sem og þess vegna sá sem að situr í sófanum, hann einhvern veginn ratar ekki hvað hann fara að gera. Getum verið að þeir sem að stunda einhver alþýðustjórnmál þurfum við að tala það hvers konar samfélag við eigum að byggja upp, hvert við eigum að fara og hvað maðurinn í sófanum að gera. Að fara út og garga út á gluggan eða hvað hann að gera? Það það sem við erum búin að vera að gera hérna. Við erum búin að tala til dæmis allt og mikið fortíðina. Það sem við þurfum að gera núna náttúrulega nýja stjórnarskráin og beint lýðræði. Strax þurfum við að setja allan fiskinn á markað. Ef við myndum setja allan fiskinn á markað, auka náttúrulega veiðina, við verðum að gera það, við getum gert bara, akkur eru normenn með einhverja verri aflareglu heldur við. Við búum til skortviði, við missum alla markaði. Nei, við þurfum að auka veiðina og setja allan fiskinn á markað númer 1. Af hverju byrju, ok, ef þú setur allan fisk á markað, þá kemur bara sá ríkasti og kaupir allt ótið. Þú getur ekkert sett á markað Nei. Hvernig virkar þetta? Sá sem borgar mest. Já, sá sem borgar mest. Fyrir fiskinn í vinsluna sína. Nei, þá kemur bara Þorsteinn Már og kaupir allt helvítis Nei, hann getur það ekki. Þau eru kannski að tala um eitthvað hlutina, því Ólafur að tala um alltaf fiskamarkað en kannski Katrín að tala um kvóta. Ég að opna það sem stendur í veginum fyrir litlum vinslum, frjálsir fiskútflytjendur. Það sem stendur í veginum fyrir þeim, Katrín, að það svo misjafnt magn á markaðnum alltaf. Með því að við setjum bara alla hrúuna inn á markað, þá alltaf til fiskur
Ég vann hérna á markaði í 10 ár á Togarinn Viðey. Allt sumarið landaði ég á markaði. Og þeir voru svo fegnir að fá þennan fisk alltaf á markað, þurfi ekki að vera að sníkja fisk af stóru vinnslunum eða af litlu bátunum. Þeir fengu þarna 200 tonn á viku frá systurskipinu. Við komum með þetta inn einu sinni í viku, Engi og Viðey, og þeir keyptu allan þennan fisk. Svo hrúaðist einu sinni borð hjá mér hellingur af fiski og ég var komið með 300 tonn í dallinn. Þá fór bara eigandi skipsins, hann fór bara í símann og hringdi út allt og sagði, og þegar aðrir voru að segja, já nú sprengjuru markaðinn, þá bara komu þeir allir og nú skal ég segja ykkur sögu. Ég var með karfa og ufsa í skipinu, ég setti stærstu sölu sem nokkuð tíma hafði verið seld á Íslandi. Markaðurinn verður að vera fungerandi í fisk. Ég er búin að lenda á erlendum mörkuðum sko í 20 ár. En Ólafur, nú viltu breyta þessu. Hvernig ætlar að breyta þessu ef að ríkukarlarnir ráða öllu? Ég ætla að fá nýju stjórnarskrána. Hvernig ætlar að gera það? Þeir ráða öllu. Ég meina, núverandi, ég er ekki bara meirihluti á þingi fyrir því að vera með eitthvað bútastöðum. Við skulum bara standa upp og berjast fyrir nýjum framboðunum. Við verðum bara að berjast fyrir nýjum framboðunum. Þorsteinn Már sagði í hruninu þegar Jóhannustjórnin var, hér verður aldrei aftur vinstristjórn. Og hann er að komast upp með það. Er hann pólitíkur? Hann er pólitíkur? Nei, hann á nú bara Sjálfstæðisflokkinn eins og að laði sig. Það var gert samkomulag það vorið 1995 eftir kosningarnar. Það er líka einn akkillesarhællin er líka hvað við erum fámenn þjóð með svo marga stjórnmálaflokka. Kínverjarnir eru rosa margir og þeir eru bara með einn. Það skiptir engu máli. Þetta er allt eins, þetta er hierarkískt kerfi og hver er á toppnum, það breytir mjög litlu. Því miður. Gefum okkur bara að það væri mótmæli jólin. Fyrir hverju og hvað væri markmið þeirra? Ég bara spyr sko. Koma ríkisstjórninni frá, bara koma ríkisstjórninni frá. Og hvað svo? Hún er nú að fara frá bara næsta árið, ekki? Og hvað svo? Hvað svo? Núna höldum við áfram, það var síðasta bylting, var til þess að við lögðumst í þessa stjórnarskrárvinnu. Núna komum við henni í lög. Þegar við erum búin að koma henni í lög, þá er komið beint lýðræði og þá er þetta hrunið. Þá er kvótakerfið farið til fjandans. Það er farið til fjandans, já. Nei, það er ekkert farið, það er bara, það er eins og þruma yfir okkur að þeir ætli að setja það í lög að hér verði aldrei annað en einokunarkerfi. Má ég benda ykkur á það sko, að við erum að tala hvað framtíðina, ok. Ég vil benda ykkur á það, af því að ég er nú í sósíalistaflokknum, búin að koma hér rækilega til skila. Aldur. Að sem sagt að við sósíalistaflokkurinn hefur með handahófskendum hætti af félagaskrá flokksins valið inn grasrótina til að semja stefnur og þetta liggur allt fyrir. Bara farið inn á sósíalistaflokkurinn.is og þið getið lesið allar þessar stefnur. Það er fólk sem er búið að hugsa þetta út og suður, búið að fá ráðgjöf hjá sérfræðingum og allt og þetta er mjög faglega unnið og vel gert og framtíðarsýnin, hún er á sósíalistaflokkurinn.is undir stefna. Gjörðu svo vel. Haraldur, þú er búin að vísa mest inn í framtíðina. Þú verður að koma okkur svona enda þáttinn með því að vísa okkur aðeins inn í framtíðina. Já, sko, búsátubyltingin endist í cirka 2 ár. Hvers vegna? Og Angela Davis var áberandi núna fyrir nokkrum mánuðum á netmiðlunum og hélt nokkra alveg brilljant fyrirlestra og ég náði nokkrum þeirra. Og sko, hún talaði á brilljant hátt sko, þetta að aksjónismann sem yrði að vera tengdur hreyfingunni. Því að aksjónismin er í eðli sínu sko, stundarfyrirbæri eða sem sagt, sko, fyrirbæri sem tekur tiltölulega stuttan tíma og það er mjög erfitt fyrir aksjónistan að sjá aldrei neitt gerast eða nokkuð tíman festast
það sem hann stendur fyrir. Menn eru búin að berjast áratugum saman og hún var einmitt að sko fjalla þetta, þessi vonbrigði. En það verður að vera hreyfing sem tekur upp baráttumál grasrótarinnar og heldur þeim við í kerfinu. Hreyfing sem hefur samband við grasrótina og endurnýjast upp úr henni. Og mér finnst það svo brilljant hjá henni hvernig hún setti þetta upp, því að þetta er akkúrat það sem við þurfum að gera. Við þurfum að byggja upp, sem sagt, við þurfum að byggja upp og sambandi við grasrótina, við þurfum að verkalýðsfélögin þurfa að vera þarna, sósíalistaflokkurinn þarf að ná árangri og þannig getum við hugsanlega samþættað afl sem getur unnið þessa þætti saman. Komið þessum tillögum inn á borð kerfisins, barist fyrir það þar og fengið þennan stuðning, nauðsynlegan stuðning frá grasrótinu, frá samfélaginu sem að gerir svona hreyfingar ósigrandi eins og eftir síðustu heimsstyrjöld. Sem að gerir þá sigla í hreyfingunni sem að getur orðið til þess að hún geti staðið af sér tímabundna ósigra en haldið áfram. Já, og það er aflið sko í fjöldanum sem að ekkert stendur fyrir. Sko. Og lausnin er þá ekki eitthvað eitt snjallt eins og samfylkingin að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. Alls ekki. Og ég vil ekki að taka upp nýja stjórnarskrá, heldur þurfum við að vera eitthvað svona skýrari hugmynd það hversum samfélag við viljum byggja upp. Og stjórnarskráin, við getum bara séð hvernig gamla stjórnarskráin er svikin, margar greinar hennar. Þannig að við getum samþykkt nýja stjórnarskrá og það verður ekki farið eftir henni. Þannig að við þurfum að hafa check and balance í öllu kerfinu og þarna geta valda allar stöður eins og Angela Davis lýsti svo snilldarlega. Hlustar á Angela Davis? Já. Hvar varstu að hlusta á hana? Þetta hefur verið á netinu, sko, hún fekk verðlaun í fyrra sem var tekinni og það var heilmikið, sko, hafari út af því síðan fekk hún aftur og hún hefur verið svolítið í sviðsljósinu og hún hefur verið að halda ræður og fyrirlestra og viðtöl við hana og alveg brilljant. Þegar ég var ungur maður í menntaskóla, þá átti ég plakataðinn på vegg. Þetta með stóru afrógreisluna. Þú kannski setur þessa ræðu sem þú ert að vísa í á þráðinn inn á síðu samstöðurinnar á Facebook. Já, ég skal leita að henni, finna þetta. Já, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma að þessu spjalli. Mér finnst þetta svona galdur í þessu, kannski ólíklegt að þið hefðu sest saman á eitthvað hringborð á einhverju kaffihúsi og tekið upp þetta spjall, þannig að við getum þakkað herra Zoom fyrir það, að okkur tókst að gera það og það er ekki alveg, allt sem er sagt í Zoom er ekki endilega lygi, það er ekki allt í þágu Zoom, ekki frekar að menn töluðu saman í síma þegar voru að skipuleggja byltingar, það var ekki undirlagi bell sem það var gert. Eitthvað 300% eða ekki, bara þegar koronakreppan kom, þetta var framtíðar fundaform, góð fjárfesting á þenn tíma. Já, ekki voru við að fjárfesta í því en við okkur tókst að búa til samstöðuna upp úr þessu Zoomi og við dreifum því á Facebook og YouTube og fleira. Það er flókið að lifa innan kapitalismans, það er fullur af þess staðum og við sem erum að berjast þurfum að nota tækin sem að auðvaldsdrengirnir hafa búið, eða eiga, þeir eru ekki búið til neitt. Þeir eru komið fram hér að þeir eru ekki búið ekki til neitt. Þeir eru engilsbrettunar sem að éta akurinn sem aðrir yrkja. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað, Ólafur Jónsson, Haraldur, Jón Karl, Þórarinn, Elsabeth og Katrín. Ég held að við höldum bara áfram þessari tilraun, vonandi skapast ykkur hefð á samskiptamiðlunum að hafa hér opinn fund á miðvikudegi. Þeir eru alltaf svolítið viltir og skemmtir í þessi þættir. Takk ykkur sem að hafa gefið okkur tíma og hlustað í kvöld. Svo sjáumst við aftur á morgun og þá verður rauða borðið hér með einhverju sniði sem ég veit ekki alveg hvað verður, klukkan 8. Sjáumst þá. Góða stund. Takk fyrir. Takk.